Velkomin í þáttinn. Í dag erum við á glænýjum Smart Hashtag 3. Ég ekkert búinn að lesa mér til um þennan bíl. Veit í rauninni voða lítið um hann þegar þessi orð eru töluð. Þess vegna ætla ég að renna svolítið blint í sjóinn viljandi og fara bara alveg kaldur í fyrsta daginn sem ég að prófa bílinn. Í staðinn fyrir að vera með einhver gimmick eða reyna að gera eitthvað sniðugt, þá ætla ég bara að prófa þennan bíl í hversdagsleikum. Ég ætla bara að nota hann eins og fólk myndi nota venjulega bíla. Ég ætla að fara í húsasmiðjuna, fara í Bauhaus, svo þarf maður alltaf að fara í Bónus og svo verður maður að sækja börnin sín í leikskólanum. Hvað heitir það? Þetta Smart. Þetta ekki alveg refabíl, en það hlébarði í þessum bíl. Sérðu hann hérna? Já. Hann ekki fín? Já. Viltu eiga svona hlébarðabíl? Já. Áður í þessum þáttum höfum við reynslu aukið Smart Hashtag 1 og Smart Hashtag 1 Brabus. Smart Hashtag 1 Brabus bílinn var náttúrulega algjört trillitæki. Smart Hashtag 1 bílinn, hann var mjög áhugaverður og skemmtilegu bíl. Hann var svo sannarlega glaðasti bíl í heiminum, en hann var mögulega ekki sá fallegasti. Þegar maður horfði á prófílina leit hann pínu út eins og derhúa. En út af því að hann leit pínu út eins og derhúa frá hlið að það þýddi að það var fullt af plássi frá höfði upp í þak. Það voru svo auðvelt að koma inn barnastólum og barnasætum og bara farþegar almennt áttu auðvelt með það að komast inn í þann bíl. Þessi Smart Hashtag 3 búinn að fara í þokkalega mikla endurhönnun miðað við Smart Hashtag 1. Reyndar framendinn ansi líkur Smart Hashtag 1, en mér finnst eins og að framendinn fari þessum bíl betur en litla Smart Hashtag 1 bílum. Eins og börnin mín sýndi í gær að þá feikin og pláss hérna aftur í fyrir smáfólk. Einnig ágætis pláss fyrir fullorðið fólk hérna líka. Það fer alls ekkert illa um mig. Það sem að mér finnst hins vegar magna við að sitja hérna aftur í, það þetta panorama þak. Og þetta ekki bara venjulegt panorama þak, heldur svona litlir ferhyrningar í þakinu sem að lýsast upp í myrkrinu. Það hrikalega flott. Svo finnst mér eiginlega líka alveg rugla hvað búið að leggja mikla vinnu í öll smáatriðin í hönnuninni hérna aftur í. Í kringum þetta op hérna á sætinu ljós sem að lýsir í myrkri. Svo búin að skella smartmerkinu hérna aftan á hnakkapúðan, sem bara virkilega nett. Svo heldur hönnunargleðin áfram hérna niðri í miðstöðvarstillingunum. Það allra besta við þennan bíl samt það hversu mikið og gott útsýni ég hef út bílinn. Mælaborðið, það liggur lágt og húddið, það svona aflíðandi. Þannig að mér finnst þess að ég horfi bara beint niður á malbik. Drægni þessa bíls einhverjir 455 km. Hann hleður frá 10% upp í 80% á undir 30 sekúndum í DC hraðleiðslustöð sem einhverjum 150 kWh. Ef þú ætlar að laða bílinn í 22 kWh hleðslustöð, þá tekur það sitthvorum ein við 3 klukkustundir. 0 upp í 100 tölunar á þessum bíl eru 5,8 sekúndur. Ekki neina tölur sem að fara að brjóta hann inn með, en alls ekki slæmt heldur. Þessi tiltekni bíl afturlóðdrifinn og hefur hann einhver 272 hestöfl. Svo hefur hann einhver 343 Nm að togi og þetta eiginlega þokkalega skemmtilegur akstursbíl, verð ég að segja. Eitt sem ég átta mig ekki alveg á með þennan bíl það hvers konar bíl þetta er. Er þetta jepplingur, er þetta sedanbíl eða er þetta eitthvað staðar þar á milli? Ég held í rauninni að þetta sé eitthvað konar mini stallbakkur. Þetta minnir mig meira á Kia Ceed eða Volkswagen Golf eða eitthvað svoleiðis. Þó svo að þessi bíl hafi unnið í genalóttónu að þá það sem hann hefur að geyma innan þar sem hann skarar virkilega fram úr. Innréttingin í þessum bíl sturluð. Þessi hérna Smart Hashtag 3 25th Anniversary útgáfan af bílnum. Það þýðir að hann kemur með alls konar svona rauðu glingri, rauðu saumar hérna í hnakkapúðanum, rauðu speglar, smá svona rauðar línur og dót á afturspoilunum og þar fram til göttunum. Eins og einhverjir kannski vita að þá Smart í 50% eigu Mercedes-Benz og það sést hérna á innréttingunni. Hann öggbenslegur hérna innan. Ef þið horfið á hvernig miðstöðarelementin hérna í miðjunni líta út þá þetta eins og á einhverju Mercedes-Benz AMG. Þetta svo sturla nett að horfa á. Það sem að gerir innréttingunni í þessum bíl svo óbúðslega netta líka það að hann þrítóna. Þú með þennan svarta lit og svo ertu með þetta rauða og svo ertu með þetta hvíta hérna í sætunum. Þessi litasamsetning af hvíta, svarta og rauða fær mig til að halda að ég sé inn í einhvers konar White Stripes plötu eða eitthvað. Mér finnst eins og að þegar ég opna hurðina að muni Seven Nation Army byrja að spila bara automatist.
Ég hélt lengi vel að væru bara 2 leiðir til að opna skottið á þessum bíl. Það takki inn í bílnum til að opna skottið og svo takki á lyklinum. Og ef maður ítir á takkan á lyklinum til að opna skottið, þá tekur það 7000 ár að opnast. En svo, í gær, þegar ég var að þvo bílinn, þá fattaði ég að inni í aðinu lítill takki til að opna skottið. Þessi tiltekni Smart á 19 tommu álfelgum. Einnig hægt að fá bílinn á 20 tommu álfelgum. Það eru sennilega þær felgur sem ég myndi velja mér, ég held að myndi fara honum vel að vera aðeins stærri felgum. Það sem að mér finnst samt áhugavert við þessar álfelgur að þær koma með þessum hjólkopp. Ég hef ekki oft séð áður álfelgur með hjólkopp. Veit ekki hvað mér finnst það, út af því að ef að maður tekur hann af, þá eru þessar fínu álfelgur undir og þær eru geggjar. Af hverju fékk bílinn ekki bara fara úr verksmiðjunni með þessar álfelgur á? Þetta allt annað líf. Burt með þetta. Eitt annað sem hluta af þessum Smart Hashtag 325th Anniversary útgáfu það að hann kemur með Beats hljóðkerfi. Þegar ég sá það fyrst þá gerði það mig pínur hræddan af því að Beats framleiddi jú fyrst og fremst heyrnartól í gamla daga. Það gat eiginlega ekki farið fram hjá neinum út af því að allir sem voru frægir voru með svona stór hvít Beats heyrnartól. Allavega þau heyrnartól, soundið í þeim var gjörsamlega skelfilegt. Þess vegna var ég pínur hræddur að komast að því hvernig soundið í þessum bíl væri út af því að í gömlu Beats heyrnartólunum þá var svona 78% bassi og svo var restin eins og að öskra ofan í tóma kókdós eða eitthvað svoleiðis. Beats ekki alveg búið að gleyma sínum rætum og þetta ekki góðar rætur til að gleyma út af því að það sérstök stilling sem heitir Beats sem svona ógeðisstilling og þá hljómar þetta eins og Beats heyrnartólin gerðu í gamla daga og það finnst mér ógeðslega fyndið. En ef að þú bara með stillinguna á græjunum í boosted þá það allt í lagi. Ekki skipta, ekki setja í Beats. Boosted! Mjög gott! Beats! Eins og í Smart Hashtag 1 Brabusbílnum þá þessi bíl tiltölulega sjálfkeyrandi. Hérna keyrum við áfram og ég ekki með neinar hendur á stýri. Þetta ennþá jafn skeri og það var í Smart Hashtag 1 Brabusútgáfunni, en þetta hægt. Maður velur bara Parking Assistance og svo velur maður stæði sem maður ætlar að leggja í. Vill maður leggja í svona Perpendicular Space. Hérna veljum við stæði sem við ætlum að leggja í og ítum á Start. Og núna ætlar hann að leggja sig sjálfur. Eins og þið sjáið, það eru engar hendur. Það meira þess að rétti sig af út af því hann ekki alveg þráðbeinn. Þótt ég sé í heildina mjög hrifinn af þessum bíl, að þá fara öll viðvörunarhljóð í þessum bíl þokkalega mikið í taugarnar á mér. Eins og til dæmis að þá ertu með akreinavarðan til að passa að fara ekki yfir á rangan vegarhelming. Gott og vel. En út af því að það nýbúið að vera vetur á Íslandi að þá sést miðlínan ekki neins staðar hérna út á landi. Þar af leiðandi getur hann ekki lesið akreinarnar og hann þarf alltaf að segja mér það.